Þetta náttúrulega taðist aðeins út af einhverju smá rigningar, issue og einhverju bla bla bla. En við erum sem sagt komin í tímatökur og biðja fólk bara að drífa sig í tímatökur, minnst að kosti 2 ferðir. Menn geta farið allavega 2 ferðir á mann og þeir keyra náttúrulega út alla kvörtbíluna. Og þið sjáu þarna 11.86 á móti 13.37 eins og stendur á skiltunum. Þar næsta glugga þar fyrir neðan hraðinn 116 míl. Abi var hlutir, abi ríkir betur. Abi var hlutir, abi lífið ljúft kemur þínu í kór. Það þarf að kíkja aðeins á endasöluna. Það einn af fjölhæfum starfsmönnum Hvarflugklúbbsins. Þeir hérna að reyna að koma fjórhjóli í gang svo hann geti trillað þarna svolítið. Hvað? Allt að gerast maður. Sem sagt, endasellan út í enda, hún virkaði í fyrstu ferð og svo fór hún aðeins að kíkja á hann eitthvað. Samkvæmt tölvunni hérna uppi þá les hún ekki rétt. Þannig að Ingimundur stekkur hérna út í enda.
Það er hérna nokkrar stærri myndum því að ferðistar eru sjaldan sér með á honum, það er skiptum sjaldan okkur þetta. Það skeður nú alveg eldsnöggt og svo höldum við áfram. Halló. Lappaði nokkru sinnum fyrir framan hinn mikrofónu sem stendur þarna. Það er stendur mikrofón þarna, er það þinn? Er það okkar? Það er hljóðið hátalara, mikrofón. Ég heyri ekki. Já, það er úr hátalara. Þá er eitthvað annað. Dáan, ofan á. Sottu. Já, það er það sem við viljum. Check. Hallå.
grilla steik og hafa það svona raukt. Mér langar það. Ég elska
Jæja, bæningur, við beiðumst innlega afsökun á þessu, en þetta er undir liðnum hæðir gerast og svo til ensk þýðing á þessu sem ég ætla ekki að vara með hérna því þetta er íslensk keppni. Og hvað veldur, það er ýmislegt, það getur verið snúningur jarðar eða vatn og raki og mýflugur og lúsmý er vinsælt, svo eitthvað sem nefnt. En öðru leyti þá ætlum við að halda áfram með þessu kartbílakeppni hérna, tímatökur, við erum í tímatökunum.
Eins og sést á skiltunum þarna, rauninni þjófstörtuðu þeir báðir en það getur bara einn fengið þjófstart, þannig að þjófstarti lendi vinstra megin, Benni sjálfsög þjófstartaði líka í hægri brautinni. Svo rúllum aðeins yfir þetta þegar að bílarnir fara á stað, þessar upplýsingarna sem koma á skiltunum efsti tíminn viðbragðurinn á ljósunum. Þar 0,500 er best en það sjaldgæft að ná því alveg, þannig að 500 og eitthvað æðislegt, 600 svona lala, ef út í 700 og 800 þá þarftu nú bara að fá þér kaffi eða eitthvað. Þegar að fyrstu tímandi koma, næsta sem kemur í neðri glugganum á skiltunum og það eru þessi svokölluðu 60 fet, það eru 20 metrar, segir kvartmýlumönnum mjög mikið það, hvað bíllinn er að fara hratt af stað, hefur ekkert með viðbragð að gera eða ljósin eða rautt ljós eða eitt eða neitt, þetta bara tíminn frá starti að þessu drauma 60 feta sellu sem hérna og það algengasta spurningin þegar að menn að gera eitthvað, hvað eru 60 fetin? Ekki hvað þú færið hratt eða tíminn eða neitt svoleiðis, það segir hvað þú ert búin að vinna heimavinnuna vel og grip og annars líkt á bílnum eins og sagði, efsti tíminn viðbragðið 1.09 móti 1.07. Jæja. Og svo kemur kvartmýlutíminn í vinstri braut 13.20 á móti 16.65 í hægri braut. Og í neðri glugganum þegar þeir eru komnir út á enda þar kemur hraðinn í vinstri braut í þessu tilfelli það 102 mílur í vinstri braut og 81 míla í hægri braut. Þannig að ykkur út á vegna hefur hann gefið eftir hann Arnkell á Barrakútunni. Og hann má bara fara. Þetta má alveg ganga hraðar. Ágætur hraðarar.
2 bíla inn. Jæja, og þá gerist það. Hérna komin í hægri braut Ingólfur Árnason, formaður Kvartmúlklúbbsins, á flundru nýjum dragster sem hann kom með frá útlöndum. Og hann að fara að keppa hérna í kvartmílu, þannig að hann ætlar að fara og það læðist á okkur sákurunnur að hann langi til að ná sér aftur í hraðametsbikarinn. Hann á að fara létt með það náttúrulega sjálfsögðu. Þetta er svaka bíll, flott smíðaður og er byggður fyrir mikinn hraða. Eins og þið sjáu eða heyrið, þetta er alvöru tæki og mikið gleði að fá þetta á brautina. Það er álit prógramanna þetta sé 3000 hestafla bíll, þannig að nú stöður eitthvað, haldið ykkur fast. Ok, það var ekki þessi ferð, þetta var mistan í spól eins og það heitir. Það er að segja spóla á startlínni, þá er þetta bara tapað, þannig að það er ekki að vera að gerast eitt eða neitt. Einhverjum ötulum starfsmönnum hjá honum kemur að ná í hann.
En hann komin út fyrir braut þannig að við getum haldið áfram. Ingólfur kemur vávalist aftur og eftir og gerir betur. Eða fá hraðskriðar að dróttatæki. Hann er verið. Jæja, hann er komið að vera hjá. Hérna í hægri braut höfum við Hilmar Hjörleifsson Hjörleif Hilmarsson fyrirgefðu á sínum villisjetta bíl sem er með LS og par af túrbínum og þó það heyrist ekkert í honum og virðist ekki vera neitt að gera þá alveg gormast þetta áfram og hann er svona trappan inn í rólegheitunum, hann er ekki að standa út á enda, fer samt 11.74 á einungis 103 mílum eða þennan tíma þá ætti hann að vera í svona 130 mílum. Þannig að hann er ekki að standa út á enda, hann er bara lætur hann renna síðustu sennilega 100 metrana. Gífurlega flott tæki, verður gaman að sjá hann þegar hann fer að beita honum á fullu.
Jam, 11.05 í vinstri braut, 9.99 í hægri braut. Hann að keppa í 9.90 flokki, þessi sem hægra megin. Þannig að hann ábyggilega alkátur með þetta. Hilmar Þór sem var í vinstri brautinni á þessum fiskflutningabíl hérna af Suðurnesjunum rétt að byrja að beita þessu að viti. Og mætti vera lítið sneggri stað í vinstri braut, en hann hins vegar þeysist áfram, en það held ég sé 4.60 í þessu búnaði bíl hérna. Flottur tími, 12.07, 113 mílur, 13.84 í hægri braut. Hann verið löngu búinn að slá af einungis 78 mílur. Kannski veit hann ekki hvað brautarendin þetta kannski ykkur að fara yfir það með honum. Ég hef trúið þessi BFF geta alveg enst út eftir öllu. Ég vil biðja keppendur að drífa sig upp ef það koma á því að við ætlum að klára tímatökur líkur eftir 5 mínútur. Þeir sem ekki eru komnir í röðina eftir 5 mínútur verða bara að fá sér samloku eða puls í sjoppunni. Það er allir komnir með tíma hvort þið en hvort það akkurat rétti tíminn. Næst matartími, það alltaf réttu tími. Og áfram. Og komum við næst að fara inn núna, alveg rétt hjá þér. Að stilla svona mótorunum upp vandaverk og mótoruflokkarnir eru þannig að þeir nákvæmlega svona vinnast og tapast á startlínu nánast. Þeir eru svo jafnir, þegar hjólin eru svo jafn að það bara viðbragðið sem að ræður úrslitum oftar en ekki og jafnvel oftar. Og við erum hérna með henni í hægri brautinni, það Símon Hunter á sínum Polestar bíl og vinstra megin á þessari alfínu barrakútu hérna.
engin annar en Arnkell Ragnarsson. Þeir eru svona rétt konur á stað með þennan bíl og eru enn að fikra sig áfram. (11.81) í hægrið, 13.28 í vinstri. Arnkell að keppa í 12.90 flokki, þannig að hann má alveg fara pínulítið hraðar. Það getur verið ýmisleg trikk til að fá bíla til að fara hraðar, til dæmis taka þurrkublöðin af, það virkar oft. Og ég er ekki að grínast. Nú í hægri braut hérna er engin annan en Ingimar Baldvinsson á sínum Camaro bíl og þeir voru aðeins að preppa hann til, þannig að þeir eru búin að peka upp næstu í halva sekundu frá því þeir voru hérna síðast og komnir inn í 9 sekundur, það munar mjög miklu að vera í 9 sekundum. Æ, ok, ég er náttúrulega, hann fór 10.90 á hann í 10.90 flokk sem er mjög gott og á móti honum er Hjörleifur Hilmarsson sem er í 11.90 flokk í vinstri braut. Örlítið þjófstast í hægri brautinni eins og þið sjáu hérna 0.425, það er ekki leyfilegt og 11.000, þetta er svona mjög góðu tími. Á móti 11.70 í vinstri braut. En Hjörleifur er ekki að keyra hann út en hann er líka hvort er langt undir þeim tíma sem hann ætlar að vera á. Hann er á 11.70 en ætlar að vera í 11.90. Þannig að hann verður að setja stærri kubb undir bensinkjöfuna. Nú í vinstri braut fór hann 9.89 sem er held ég besti tíminn sem hann hefur farið og 140 mílur á þessum Subaru Toyota bíl.
Það er hurðin opin, það er vegna þess að það verið að breyta útvarpinu, hann var með vitlausa stöða sennilega, sem er alvont. Polestar í vinstribraut. Þeir eru jafnir lengi vel, en hvað? Vinstribraut vinnur 11.88 á móti 11.94. Þannig að hann fór pínu lítið undir. Þetta er síðasta ferð í tímatökum og núna er tími fyrir vanglókur, kjöttlókur og kaffi því að við byrjum aftur 14:30 stundjuslega. Það er laglegt, nú tekið vel á þennu sko. 1:59, 65, mjög gott. 11.83, fór 12 sekúndar á hann, þannig að hann er á hraðri niðurleið sem er uppleið í kvartmílu. Þannig ég fáið ykkur að bára elskutum mínar. Abi var hlutir, við gerum betur. Abi var hlutir, lífið er ljúft, gerum þín við gott. You want to race your new car all through the day and all night. You want to follow that star under checkered flag moonlight. Drive till you drop or out of gas. Drive till you're out of gas. Jump through the night. Drop or out of gas. Drive till you drop or out of gas. Don't forget where you are. You're still in the fight. Just don't you take it too far. Then you will be alright. Drive till you drop or out of gas. Drive till you're out of gas. Drive through the night till you drop or out of gas. Drive till you're out of gas. Drive, we're out of sight. Don't
the checkered flag. There are two yellow flags in a wedge. The moment has come to refuel. It's our time and we drive on the edge. Our undercut seems to be cruel. Green light, gotta catch the rest. Come on,
I've got no splitter, now I go faster. No time to waste, I got to split. On the track now, I'm the split master. I only hope the split will fit. Splitter, I've got it, I've got it. A new splitter, gonna love it. The new splitter is so fine. My splitter is the envy of them all. They gaze and gawk and turn their eyes. The split time on the track is bound to fall. My splitter is loved by all the guys. Splitter, I've got it, I've got it. A new splitter, gonna love it. The new splitter is so fine. You want to race your new car all through the day and all night. You want to follow that star under checkered flag moonlight. Drive till you drop or out of gas. Drive, drive till you're out of gas. Strong through the night till you drop or out of gas. Drive till you drop or out of gas. Don't forget where you are. You're still in the fight. Just don't you take it too far. Then you will be alright. Drive till you drop or out of gas. Drive,
checkered flag. Breezing past back markers now, they reel from our excellent pace. We're determined to show them how. You must always believe in the space. Green light, gotta catch them all. Come on, Sharon, it's game on. Race on, towards the checkered flag. There are two yellow flags in a wedge. The moment has come to refuel. It's our time and we drive on the edge. Our undercut seems to be cruel. Green light, gotta catch the rest. Come on, Sharon, it's game on. Race on, towards the checkered flag. Sayonara, sucker, yeah, that's how we roll. In my mind, I clearly see our next stop. Step on the gas, I see our sweet gold spray champagne from the podium's top. Race on, gotta catch them all. Race on, towards the checkered flag. Come on, Sharon. It's go time. Nú stöður eitthvað. Haldið ykkur fast. Ykkur fast. Showtime. We are going to green
okay. I'm switching off the world. Race mode, got my mind on the track. That's all that I'm gonna do. Race mode show, switch off the world. Race mode, come on, set your mind on the wheel. You're leading the pack, on top of the stack. Got a good launch, you're leading the race. Coming behind, so easy to find. Swing forward to first place. My mind is serene, 'cause now it is showtime. We're still flying green. Go time! It's race mode. I'm switching off the world. Race mode. Switch off the world. Race mode. Come on, set your mind on the wheel. As strong as steel. That's what your mind is made of. You're in Stöður eitthvað. race mode. Come on, Sharon. Race mode. Step on max speed. I need the ultimate speed. I need the ultimate speed. Stöður eitthvað. Haldið ykkur fast. I've got no splitter, now I go faster. Time to waste, I got to split. On the treadmill, I'm the master. Fast. Splitter. My splitter is the envy of them all. They gaze and gawk and turn their eyes. The split time on the track is bound to fall. My splitter is loved by all the guys. Splitter, I've got it, a new splitter, and I love it. The new splitter is so fine.
checkered flag. Breezing past back markers now, they reel from our excellent pace. We're determined to show them how. You must always believe in the space. Green light, gotta catch them all. Come on, Sharon, it's game on. Race on, towards the checkered flag. Halló, góðu gestir og starfsmenn og aðrir sem eru hennilega ég og keppendur að tala um það. Þá er að gera sig klára, við þurfum að byrja þetta núna. Það er komin upp bröðun á allt og allt tilbúið og núna förum við á stað með keppnina. Þetta er eiginlega allt sekúnduflokkar sem er í dag. Sekúnduflokkar merkir það að þeir keyra sig inn á einhvern sérstakann tíma. Sumir keppa í 11.90, aðrir í 9.90, 12.90 og 13.90 og 10.90. Svo laskari séu nefndir. Og þar erum við bara að fara ekki undir tíma. Ef við gefum upp tíma og við ætlar að vera í 11.90 þá mátt ekki fara undir 11.90. Ef þú ferð undir 11.90 þá eina sem getur bjarga er að hinn fari meira undir. Þá skiptir ekki máli hvora á undan og á enda. Þetta er þá sem er minna undir, hann vinnur. Þannig að það er bara að dekka sinn bíl alveg út í síðasta olíudropa til þess að ég held að keppendur að gera sig klára og bara koma upp. Í KD-flokki sem er 10.90 flokkur, þar eru Sigur Ólafs, Hafsteinn Valgarðs, Ingimar Baldvins og Eyþór sem eru þarna í 10.90. Eyþór Ingólfs og Sigur Ólafs eiga að byrja, þannig að þetta er Hafsteinn Valgarðs og Ingimar Baldvins fara að fara á eftir. Og það er keyrt second chance í öllum flokkum hérna. Og það verður ennþá flokknar ef við þarf að segja ykkur það. Þú varst bara að kíkja. Voða eins. Hvað varst að gera? Við lítum á þessu. Það er bara að beita þetta. Þar er. Já, þú voru að segja það. Það er ekki. Nú, samkvæmt minni uppröðunar skelldi hérna, þá ætti fyrstu bílar ætti að vera Magnús Tónsson og Jóhann Kjartarsson. Jóhann er kominn hérna, þannig að okkur vantar Mogga Munsu.
Við viljum fá Magnús Thomsen hérna mjög fljótlega, en núna erum við komin hérna með fyrstu bíla og í vinstri braut er það Simon Hunter og í vinstri er, þar að segja í hægri braut er, nei, þetta eru fyrstu bílar hérna í keppninni. Benedikt Bergmann Savason í hægri braut, sennilega fáir búnir að fara með fleiri ferðir hérna eftir þessari braut heldur en hann var hérna reyndar á hliðarlínunni próflaus fyrir þessi brautar við á sínu tíma, en fram að því þá hefur hann keyrt og þessi Camaro er búinn að fara par hundruð ferðir hérna eftir brautinni. Og eins og þið sjáu á skiltunum þá stendur hérna 1190 sem merkir að þeir eru í 1190 flokki. Mega ekki fara undir það, en sá vinnur sem er á undan og enda eru mjög svipaðar á stað. Maggi Benni aðeins fljótar á stað og hvað? Báðir fara undir tíma, þeir fara 11.87 og 11.80 og Benni sigrar því að hann fór minna undir, hann fór bara 300 sem er svakalega gott á honum. Og hérna er Jóhann Kjartansson í hægri braut og Magnús Thomsen í vinstri braut. Turbo á móti Nitro. Og þeir eru í 990 flokki eins og stendur á skiltinu þarna. Gott að ég segi þetta við þá sem heyr ekkert, sko, þá stendur þetta á skiltinu. Og það er að vanda sig vel að uppstillingu. Turbóbílar eru mörguleiti mjög góðir, en þú þarft að ná turbunni inn og allt það. Og nú sjáum við að hann er að koma inn og það er komið til. Því síst þetta mjög gott yfir að honum. Og þá var það spurningin. (10.63) á móti 11.00 Monza vann. Hérna er Eyþór Ingólfsson í vinstri braut og Sigurður Ólafsson í hægri. Og þessir eru í 10.90 því sá að það kom þetta smá svona puff út úr upp með framrúðunni á vinstri braut. Þetta var ekki rúðupissið, heldur var hann að hreins út nítróið. Þannig að nú er það bara sigur eða dauði. 10.90, ekki undir það. Þarna fyrir eitthvað aðeins úrskeiðis, en það er bara that's life. Vinstri braut vinnur því að það er þjófstart í hægri braut. Sigur Ólafs sem er búinn að fara hérna alveg fjöldan allavega ferðum, en það, við getum okkur bregst öllum búðalistinn. Þegar og Ingimar Baldvinsson í vinstri braut og Hafsteinn Valgarðsson í hægri, 10.90 flokkur. Hafsteinn rann á stað í ljósgeislanum. Ingimar er að sigra þessa fyrstu ferð hérna.
10.91 í 10.90 flokki, það gerist ekki mikið flottara. 12.00 hjá Hafsteini, þannig að hann hefði verið alveg vel kontenter þarna inni. Þetta eru hvort ekki að þannig lagað götukeyrðir bílar og komnir hérna í 10.90. Og hérna erum við komin í 13.90 flokk. Og það er Björgvin Steinþórsson í vinstri og á móti honum er Favas. Vona ég sé að segja þetta rétt. Og þeir eru tilbúinir, hvorugur taka burnout, en það er þetta BMW bílar alveg vandaðir í gerð og það var allt trakk í veröldinni. Þeir koma sér rólega í geislan. Vinstri braut, mun sneggara stað. Nú bara fara ekki undir 13.90. Og hvað? Vinstri brautin vinnur því að hægri brautin fór langt undir tíma, 13.30 og 13.90. Þetta var alveg mjög vísindalega gert af þeim. 13.79 fór náttúrulega undir líka en ekki eins skelfilega. Og hérna erum við Davíð Þór og Guðvarð. Þessir eru búin að keppa nokkuð oft saman og nánið kannski ekki unnið til skiptis en því sem næst. Það er hvorugur dæmdur sigur hérna. Þetta vinst og tapast á ljósunum, skiptingum og öðru. Þeir rauninni þjófstöftuðu báðir í æsinginum en sá sem þjófstöftar á undan, hann fær rauðaljósið. Þetta er æðislegt svar. Sæþór Gunnarsson. Mjög fínt brautbragð hjá þeim báðum. Örlítið sneggri hægri braut. Og það sigur í vinstri braut. Wow, 10.68 múti 10.88. Þeir hafa hort á mælaborði hvor hjá öðrum út á enda.
þessi Monza hjá honum Magga búinn að fara hérna fleiri ferðir en hægt að telja og 2 í viðbót minnstakosti. Og hann hérna á sínum bíl Magnús Thomsen eða Maggi Monza eins og hann kallar á Haukur Baldvinsson í hægri braut. Báðir eiga möguleika á því að fara þennan 9:90 tíma sem þeir eru indexaðir á. Haukur fór undir tíma áðan, fór 9:80 eitthvað. Þannig að hann nú að vara sig. Þannig að þetta taugastríð hérna á ljósunum. Engin pressa. Örlítið hálfstart. Þannig að Supran vinnur þessa ferð. En það eins og ég segi, það keyrt second chance, þannig að þú þarft að tapa tvisvar til þess að vera settur út. Þú ferð að fara inn aftur. Hilmar Þór Bess Magnússon í vinstri braut og Hilmar Jakobsen í hægri. Það sem sagt The Battle of the Hilmars eins og frægt orðið núna. Fiskflutningabíll á Suðurnesjum, þarna sjáum við okkur við erum alltaf með svona ferskan fisk, þeir vinna mjög vel þarna, þessir bílar. Og ekki gott start hjá Hilmari. Báðir mjög snöggir en hvað? Jú, það Hilmar sem sigur þetta 10:65 á móti 11:55. Þannig að þetta enda á því að Hilmar vann, sem gott. Og hérna höfum við hægri braut. Breki Blær á sínum Volkswagen bíl. Og Benedikt Bergmann í vinstri brautinni. Þeir að gera sig klára, 11:90 flokkur. Benni örlítið snöggur af stað. Fer undir tíma, 100. undir tíma. Sem Benni fer undir tíma. Þannig að Breki Blær sigrar þessa ferð. Já, með þess ekki eins og 100, það 8.000 sem hann fór undir tíma. Samt auðvitað búinn að slá af pínulítið, en ekki alveg nóg. Þeir sem koma hérna næstu verða Ágúst Jóhann Geirsson og Hjörleifur Hilmarsson á sínum Jappa bíl. Og þeir eru tilbúinir inn með þá. Já, eitthvað nú að hrekkja hana í gang.
Þessi fíni Mustang bíl. Það er eitthvað að plagan. Og þeir hafa ákveðið að fara á stað. Hjörleifur Hilmarsson í hægri braut fer það bara sóló. Ágúst Jóhann tapar þá þessari ferð en hann má tapa einni ferð svoleiðis að hann er ekki komin út neitt endilega. Og það var eins gott að þetta var sólóferð því að Hjörleifur þjóstartaði feitt. Og fer 11.57 á 11.90 indexi, þetta hefði allt farið í hund og kött. Þannig að Ágúst Jóhann bjargaði honum þarna fyrir horn. Nú, þá höfum við þarna 2 Chrysler-bíla að koma næst og það er Gunnlaugur Emilsson á þessum skrautlega Cherokee-bíl og á móti honum er Arnkell Ragnar Ragnarsson á sinni Barracuda. Og þessi drengir eru klubbmeðlimir í sama kökuklúbbnum þannig að þetta verður gert upp á næstu árshátíð. Og 12.90 er það sem þau þurfa að fara, 4-hjóladrifin Cherokee vinstri braut á móti Barracuda. Og mun betra við bara í hægri braut þannig að þetta stefnir nú bara í alls ekkert í óefni. (13.03) í 12.90 flokki, það er mjög gott á móti 13.18 sem er þetta mjög líka gott. Og Cherokeen hefur verið að draga á hann eða sennilega hefur hann verið búinn að slá af pílutan. Arnkell gerir ég ráð fyrir. Og hérna erum við í 13.90 flokki. Það er Björgvin og Nattapón, held ég. Og hvað? Svolítið rólegir að staðbáðir. Þetta tefur fyrir þeirra menn eru með bíla sem eru með glasahaldara. Það er bara svoleiðis. Það ruglar menn í rýminu. 13.92 á móti 13.91. Það gerir sig sem er ekki flottara. Og vinstri braut vinnur á verri tíma, aðeins sneggur á stað. Það er það sem tilur.
Og hérna Guðvarður Jónsson og Björn Sigurbjörnsson. Björn vinstra megin og hinn þar alveg hinum megin fyrir þá sem eru nýkomnir. Og þeir vita það að þetta vinst og tapast þarna á startlínni, þannig að nú er einbeitingin alveg í 9 rínast í mér Guðmundur. Nei, djók. Það má gera þess að þeir þjónstuðstu báðir, annar bara pínulítið en hinn svolítið mikið meira. Þannig að þið getið ímyndað ykkur hvar adrenalínið er. Þegar komið svona mikið adrenalín þá er hver sekúnda svona cirka bát 30 sekúndur. Þannig að þú gerir allt mun hraðar. Þannig ég smæli engan veginn með þessu hvorki í matreiðslu eða kynlífi. Og þarna er hitt parið komið sem er hjá okkur. Ingibjörn og Joachim. Það er þess að sjá útbráðið 52-59. Hægur yfir þetta undan og hefur þetta 9.75. Þeir eru með svaðalega góðu viðbragð yfirleitt þessir Motorola-tóningar því að þeir eru aldrei upp við það að þú bara you snooze, you lose, það er bara svoleiðis. Það er enginn þeirra sem hefur power í það að keyra fram hjá ykkurum sem er sippinn á ljósunum. Og hérna höfum við Hilmar Þór. Og á móti honum hefði átt að vera Jóhann Kjartansson en einhverju hluta mætir hann ekki. Þannig að þetta ætti að vera nokkuð ís í hjónum. En hann fær hérna auka æfingaferð, 990 flokkur, getur beitt sér á ljósunum, skiptir ekki máli þó hann þjófstarti eða neitt. Hann læt sér dög að gefa hálfa leið og fer 13 sekundur á einungis 70 mílum. Lét renna síðustu 200 metrana. Þrátt fyrir það að sé búið að lækka verðið á bensínu þá náttúrulega, hann er ekki að hugsa kílómetragjaldi líka, það telur allt. Hvað er það? Er ekki það? Meira? Þetta minni?
what your mind will is made of. You're in the race mode. Nú, Hafsteinn er kominn hérna og þá vantar okkur á móti honum Sigur Ólafsson til dæmis og í beinu framhald af því mætti vera Ingimar og Eyþór. Símon Hunter býður hérna á pólstarnum, hann ætlaði að gefa einn smá séns honum Ágústi Jóhanni af því að hann var með eitthvað smá lekapróblem hérna á karbíturnum höldum við, þannig að hann ætlaði að gefa einn smá séns. En hann kemur víst ekki, hann Ágúst Jóhann, þannig að Símon má fara. I've got no splitter, now I go faster. Og þetta er fjórhjóladrifinn bíl, tekur ekkert burnout, ekkert vesen, bara á startlínuna með hann. Ef ykkur þetta er hérna að banka í ræsirinn sem er sofnaður hérna á miðlínunni og gefa honum 2 ginseng og lýsi. Nei, ég er að grínast, hann hefur alla mína saman að hanga hérna skítkalt. So fine. My splitter is the envy of them all. The gazing gawk and turn their eyes the Ok, og það er áfram með hann. splitter. I've got it, a new splitter, gonna love it, Og so fine. hann tók þetta í sér rólega á ljósunum. Maður hefði pressað til dauðans alveg. En rúlar þetta mjög þægilega, 11.90 flokkur og hann fer 12.13, búinn að slá af því að hraðinn er orðinn enginn á honum. Og hérna eru komin Ingimar Baldvinsson. Nei, alls ekki. Bullubróður Sigur Ólafsson og Hafsteinn. Sigur Ólafsson í hægri braut á sínum Mustang bíl, Hafsteinn í vinstri braut. Og það er turbo vinstra megin, blásari hægra megin og þeir eru farin af stað. Mjög betra viðbragð á Hafsteini. Nú ræðist þetta á. Og það er Hafstein sem sigrar þetta. 11.46 á móti Hérna er eins og það komin Ingimar Baldvinsson og Eyþór Ingólfsson, blásari vinstra megin, nýtur á vinstra megin fyrir ekki og blásari hægra megin. Og hvað? Það er Ingimar sem verður þetta 10.94 á 10.90 á móti 10.907. Hann bara tapaði á ljósunum. Ábyggilega þvælst fyrir hann glasahaldarinn, ég held það. Svona Chrysler tapar ekki öðruvísi, sko. En þetta verður tekið fyrir á næsta fundi. Það er Haukur Baldvinsson hérna og á móti honum ætti að vera Hilmar Jakobsson sem kemur þetta glaðhlakkalegur.
Og þarna nýji tíminn og ennþá nýrri tíminn. Fyrir eins og glöggir menn sjá svartur Mustang í vinstri braut og Toyota Supra í hægri braut. Og þeir að keppa í 990 flokki og báðir geta komist niður og niður fyrir 990. Þannig að þetta verður stríð. Þá það spurningin, nær hann að plata Ingimar niður fyrir? Nei! 10-18 á móti 10-30, Ingimar hafði þetta, fyrirgefðu, Haukur. Þetta alltaf sömu fjölskylduna. Þetta allt menn og sömu fjölskylduna þetta á þessari síðustu ferð, en hérna komin hins vegar alvöru menn sko. Nei, hitt og náttúrulega alvöru menn. Maggi Monsa í hægri braut og Hilmar Þór í vinstri, hann var blár. Og hvað? 990. Þrýsist pikkin áfram og fer 11.33 á móti 12.55 hjá Magga Monsu sem að mista hann í spinnspól hérna á startlínunni og mikið nýtró, það bara svoleiðis. Kallum inn. Nei, þetta flott ferð hjá þeim, þeir stóðu sig vel. Og þá myndum við hafa næst Willi Seppa hérna, Hilmar á móti Breka Blæ á sínum Volkswagen bíl. Þeir eru að keppa hérna í 11.90. Þetta ekki svart og hvítt, þetta meira svona svart og grænt. Og það sem sagt nýmóðis Volkswagen bíl með hrúðumællamótor og alls konar búnaði á móti old school Willi Seppa sem náttúrulega ekkert old school, þetta með beinni innspýtningu og tvær turbínur og fyrstu 4 blaðsíðurnar í sömu listanum í þessum bíl og þetta náttúrulega með töskuhúsi og hjálparadekkjum. Svona Willi Seppa eru stuttir og tiltölulega háir og þeir hafa tilhneigingu til þess að fara upp í loftið á framan og það ekkert gott ef þú ert að keppa sko, það er voða töff sko. En þeir eru í 11.90, það það sem mega ekki fara niður fyrir. Jarðar hann á startinu sko. Þannig að þetta stefnir í stórsigur hægra minn 11.90 í 11.90 flokki. Þetta var glæst og náttúrulega alveg eldinga viðbragð. En hérna eru komnir í 11.90 flokki engin annan en Benedikt Bergmann hérna í hægri braut og Símon Höndir í vinstri. Hann tínir það út hérna einn af öðrum eins og venjulegt fólk upp kartöflur. Ekki það tínir enginn upp kartöflur lengur, þetta allt í bónus. Og 11.90 hámark.
Benni sneggur af stað. Búinn að fara margar ferðir og hann slapp með 12.02 á móti 11.95. Betri tími en betra viðbragði hægri braut. Benni tók þetta bara á ljósunum og það er voða gott fyrir hjartað. Manni líður voða vel í kvöld. Og hérna komið Sæþór og Joachim í vinstri, Sæþór í hægri. Þegar þjófstartar ekki þar að segja. Þrælgóður. Þegar Joachim var í seinna stað þá var hann miklu betra start í rauninni, 60 fötin voru fín og hann sigraði því 10.55, 11.03 í hægri. Davíð Þór Einarsson, Guðvarður Jónsson. Og Davíð í vinstri braut, Guðvarður þar af leiðandi í hægri og þessir eru búin að keppa til úrslita eða undan úrslita bara nánast í öllum keppnum núna undanfarin misseri. En það er ekki allt, eða hvað? Jú, það er vinstri braut sem vinnur 8.62 á móti 8.83 og mun meiri hraði vinstri braut. Og hérna er Favas og á móti Björgvini. Björgvin vinstra megin. Þessir táningar eru alveg ótrúlega virðast kunna vel á bílana sína. Svolítið rólegi núna, halló drengir. Æja. En hvað? 13.93 í 13.90 flokki, það er mjög viðunandi. Við erum komnir nánast í undanúrslit og úrslit í flestum flokkum hérna. Við höfum enga fréttar af því hvort að Ingólfur ætlar að pröfa að dragga hann aftur, en það kemur þó bara í ljós. Hann lendir þá í öðru sæti, þó hann sé einn í flokk. Í 9.90 flokki ættum við að fá Hilmar Jakobsen og Hilmar Þór. Þeir eru báðir búin að tapa einu sinni, sá sem tapar núna, hann verður ekki meira með, en hinn á enn séns á móti honum.
Þannig að Hafsteinn Valgarðsson hefði átt að koma hérna á móti Eyþóri Ingólfssyni en hann kemur víst ekki ykkur hluta vegna. Ég fæ aldrei neitt að vita. Maður er eins og svettur hérna bara í myrkrinu og bara skítur. En Hilmar er komin hérna. Og annar Hilmar. Þeir fóru saman áðan líka og þá var það Hilmar Þór sem vann. Þeir eru með eftir sig Hilmar. Á stað, ekkert spes en mjög jafnir og hvað? Hilmar hægri braut vann. Hann er eitthvað bila, hann er ólíklegur. Þetta er bara ágætt. Hægri braut vann 10:19 á móti 11:72. Þannig að Gamli vann í þetta sinn, þannig að það er 1-1 hjá þeim en Hilmar Þór er þá út núna á meðan að Hilmar Jakobsen heldur áfram. Nú, hann er einn, þannig að hann verður flokkur en hann er einn. Hann Eyþór hreinsaði nítróið og er til í allt. Viðbragð. Og 10:66. Þannig að þetta á bara að vera að tjekka á því hvað þetta tækja á, sko. Og hérna er Benni Svavars og Hjörleifur Hilmars. Og þeir eru tilbúinir, 11:90 flokkur. Þrælgóðir, báðir nokkuð jafnir, Benni aðeins á undan. Þá er að spurning hvort að Hilmar lætur að plata sig niður fyrir. Eða hvað? 11:90 á móti 11:90, er þetta nokkuð gott eða? Þetta var glæsta ferðin, maður. Og þeir hafa verið hlið við hlið út á enda
Við höfum komið hérna í úrslit í G+ flokki og það er Ingi Björn og Joachim. Ingi Björn er ósigraður, þannig ef hann tapar núna þá verður ein ferð í viðbót, en annars og hann sigraði sjálfan sig á rauðu ljósi. Níu 8 í höfuð, 10:52 en rautt ljós. Og Björn Sigurbjörnsson og Davíð Þór eru næstir á sínum hjólum. Það er alltaf beðið eftir félögunum sko, þeir eru svo líbó. Það er engin tímamörk, sá fyrstasti hann vinnur. Harfið þjóðarunni báðir, 4:90 og 4:30, en það var örlítið meira þjóðstátt í vinstri. Þessi svaka tímar 8:60 á móti 8:63 og 175 mílur. Það er hellingur að gassi. Það er bara hlaus. Og við erum komin hérna í 1290 flokk og það er Gunnlaugur Emilsson og á móti honum er Arnkell. Hinrik. Gæti verið þú sem að fyrir því. Og þeir eru komin hérna og þetta eru úrslitin hjá þeim. Gunnlaugur Emilsson hægri braut á sínum Cherokee bíl. Var þátt að hemi eða þau fara fram hjá ykkurum á móti 318 Barrakútu í vinstri braut. Mjög betra viðbragð í vinstri braut. Nú er bara að spá hvort hann fer undir. Sína 1290. Nei, 1295, þetta var flotta ferðin. Þannig að það verður smurrubrauð í kvöld. Ragnar ekki að trufla starfsmenn með masi. Og hérna komin Breki Blær og Benedikt í 1190 flokki.
Þetta allt úrslitaferðir sem eru hérna, þannig að nú bara sigur eða dauði. Glæsilegt viðbragð hjá Brekablæ, 0.52, mjög viðunandi, 0.68 vinstra megin og hvað? Það er Brekablæ sem sigur þetta. Þannig að hann sigurar hérna flokkin í dag, Brekablæ á sínum fólksökabíl. Þetta er auðvitað rétta tegundöld til að vera á. Og á mót, hérna komið síðustu bílar. Ingimar Baldvinsson og Eyþór Ingólfsson. Ingimar á Camaro, Eyþór á Silki. Mjög jafnt viðbragðaðum. (10.98) í hægri braut á móti 11.07. Þeir hafa báðir bremsað út og enda gerð sig grein fyrir að þeir voru að fara undir, en Ingimar slapp með þetta. Og hérna er Björgvin Steinþórsson og Nappong. Og 13.90 flokkur. Þeir eru mjög jafnir. Þar hægri braut sem sigur þetta 13.98 móti 13.94. Þetta eru klikka góðir, sko. Og þá eru konin næsta, það er Haukur Baldvinsson og Hilmar Jakobsson. Haukur í hægri braut á sínum Toyota-bíl og Hilmar á vinstri braut á Mustangnum konunnar sinnar. Þeir eru 9.90. Þjóðstættu hægri braut, Hilmar sigrar þessa ferð á mjög fínu viðbragði. 0.54 á 503. Þannig það er einferð í viðbót hjá þeim. Báðir búin að tapa núna einu sinni. Og Ingibjörn og Joachim næstir. Það er 1-1 af þeim, þannig að þeir þess að þriðju og síðustu ferð hérna í úrslitum. Ingibjörn Þjófstaddaði síðan, nú er spurning hvort hann verður taugaveklaður. Þar en sleppur sennilega með það, er með meira afl. (9.90) á móti 10.67, hægri braut vinnur, þannig að Ingibjörn er sigrar hérna þennan flokk í dag. Og við möttum að fá í endalegu úrslit í mótorflokknum
Björn Sigurbjörnsson og Davíð Þór. Og Haukur og Hilmar þurfa að fara allra síðustu ferð sem síðasta ferð hérna í dag. Og það úrslitaferð Björn Sigurbjörnsson, Davíð Þór Einarsson. Báðir vita að hinn getur unnið og báðir ætla ekki að láta það gerast. Þannig að það má búast við tvöföldu þjóðstarti. Þúsundustu þjóðstarti hægri braut og vinstri braut vinnur 8:59 móti 8:64, 160 mílur báðir, geðveikt. Og hérna er endaleg úrslit í 990 flokknum, það er Haukur Baldvinsson og Hilmar Jakobsen. Og svo engin rauð ljós. Hilmar með mjög betra viðbragð. Og hvað? Og hefur það. 10:32 á móti 10:23 og er samt á undan. Glæsilegt. Þá bara vil ég þakka ykkur fyrir daginn, þessi keppni er búinn, verðlaunaafhending við skúrinn eftir korter, spurning hvort að við megum. Og það er einna, Benni Litli ætlar að fá að fara, Benni rétt úr þér. Eins og ég segi, verðlaunaafhending eftir korter niður við skúr, þá geta menn farið að skoða þessi tæki. Ég veit ekki hvort það verður fleiri pröfuferðir, hvort að við ætlum ekki að taka þetta niður alveg strax. En öðruleiti því þá þakka við kærlega fyrir daginn, vindasamt, hékkþurrt, yey.
en það er ekki allt, eða hvað? Betra viðbragð Vilhjálmur, en það er ekki allt, eða hvað? Breki blær alveg jarðarann á startinu, sko. Þannig að þetta stefnir í... Breki blær alveg jarðarann á startinu, sko. Þannig að þetta stefnir í... 90. Þrýsist pikkin áfram og fer vinstra megin, nýtur á vinstra megin fyrir ekki og frásæri högra megin. Beiningin alveg í nýja stífar Guðmundur. Nei, tjók. Það má gera þess að þeir eru og nattapón, held ég. Og hvað? Svolítið rólegir að staðbáðir. Þetta tefur fyrir þeirra mennur bíla sem eru með glas. Sem bílar. Ekki gott start og hugnaði. Báðir mjög snöggir en hvað? En því sem næst, það er hvorugur dæmdur sem verið þetta vinstu takast á ljósunum, skiptingum og ljóskristanum Ingimar er að sigra þessa fyrstu ferð hérna 9.90 og svo engin rauðljós. Hilmar með mjög betra viðbragð og hvað 9.90 og svo engin rauðljós. Hilmar með mjög betra viðbragð og hvað? Níu þúsundir sem sjóstarti hægri brinn. Ingibjörg sjóstartaði sér nú, spurning hvort það verður töðu eftir aður. Þar er slökkur sem er að meða, orðin meira afl. Drive till you drop or out of gas.
Jöfnur, Benni aðeins á undan. Þá er að spurning hvort að Hilmar lætur að plata sig niður fyrir. Eða það... Mjög jafnir á stað, ekkert spes en mjög jafnir og hvað? Hilmar... Hægri fyrir auðvitað vann. Betra viðbragð en það er ekki allt. Eða hvað? Our brakes failed on the track. We make our Breki way blær alveg jarðar á startinu sko. We start all the way from the back. We need to be Það er þetta stefnir í... fast. Green light, gotta catch them all. Come on, Sharon, let's game on. Breki blær alveg jarðar á startinu sko. Towards the checkered flag. Það er þetta stefnir í... Breezing past back markers now. They reel from our excellent pace. We're determined to show them how. You must always believe in the space. Betra viðbragð en það er ekki allt. Eða hvað? Gotta catch them all. Come on, Sharon, it's game on. Towards the checkered Betra viðbragð en það er ekki allt. Eða hvað? two yellow flags in a wedge. Breki blær alveg jarðar á startinu sko. It's our time and we drive on the edge. Það er þetta stefnir í... Green light, gotta catch the rest. Come on, Sharon, Breki it's blær alveg jarðar á startinu sko. race on, towards the checkered flag. Það er þetta stefnir í... Hvað? Og hvað? Núna þeysir klikkið áfram og fer vinstra megin. Nýtur að vinstra megin og þá fyrir höfra megin. Og hvað? En hann fær að auka æfingarferð, 990 flokkur, getur beitt sér á ljósunum, getur ekki máli hvað þjóðstakki eða neitt. Ingibjörn og Joachim. Það er það sjáðu viðbragðið, 52-59. Hægri fyrir þetta á undan og hefur beitingin alveg í 90. Rínast Ingvar Guðmundur. Nei, tjók. Það má gera þess að þeir þjó og Natafón, held ég. Og hvað? Svolítið rólegir að stafbáðir. Þetta tefur fyrir þeirra mennur bílar sem eru með glatt. Þessir bílar. Og ekki gott start hjá Hilmari. Báðir mjög snöggir en hvað? En því sem næst, það er hvorugur dæmdur sigurvegari hérna. Þetta vinst og tapast á ljósunum. Skiptingum og öðru. Svo þetta er þjóðstartið. Þeir Kastin rann á stað í ljósgeistanum, Ingimar
er að sigra þessa fyrstu ferð hérna. 9.90 og svo engin rauð ljós. Hilmar með mjög betra viðbragð. Og hvað? 9.90 og svo engin rauð ljós. Hilmar með mjög betra viðbragð. Og hvað? Níu þúsundir sem sjóstarti hægri In the seat, you're feeling the heat. You're now getting ready to race. Ingibjörg sjóstartaði síðan nú spurning hvort það voru taugaveiklaður. Miss a beat, adjusting your feet. You're gonna Slekkur sennilega með það, horfum meira afl. minus three. Yes, soon it is showtime. We are going to green. Yes, it is go time. It's race mode. I'm switching off the world. Race mode. Hálfri þjóða þjóttakjörður undir báðir. Fjögur lítið. Switch off the world. Race mode, come on. Set your mind on the wheel. Hálfri þjóða þjóttakjörður undir báðir. Fjögur lítið. You're leading the pack, on top of the stack. Got a good launch and leading the race. Þrælgóðir báðir nokkur jafnir, Benni aðeins á undan. Þá er að spurning hvort að Hilmar lætur að plata sig niður fyrir. Eða það... Cause now it is showtime. Mjög jafnir á stað, ekkert spes en mjög jafnir. Og hvað? Hilmar It's race mode. I'm switching off the world. hægri fyrir áttu vann. Race mode. Got my mind on the track. Race mode, show road. Switch off the world. Race mode, come on. Set your mind on the wheel. Betra viðbragð Ingibjörg, en það er ekki allt. Eða hvað? You're feeling the wheel. As strong as a steel. That's what Breki you're Blær alveg jarðar á startinu sko. You're in the race mode. Þannig að þetta stefnir í... On race mode. Set for maximum speed. I need the ultimate speed. Breki Blær alveg jarðar á startinu sko. Þannig að þetta stefnir í... Betra viðbragð Ingibjörg, en það er ekki allt. Eða hvað? Ultimate speed. Betra viðbragð Ingibjörg, en það er ekki allt. Eða I've got hvað? no splitter, now I go faster. No time to waste, I got to split. On the track Breki Blær now, alveg I'm the split jarðar á master. startinu sko. I only hope the split will fit. Splitter, Þannig að þetta stefnir í... I've got it, a new splitter. Gonna love it, the new splitter is so fine. Breki Blær alveg jarðar á startinu sko. Þannig að þetta stefnir í... Hvað? 90. My splitter is the envy of them all. Gazing back, turning realize the split time on the track is bound to fall. I'll be
Abbi varahlutir, við gerum betur. Abbi varahlutir, lífið er ljúft, gerum þínu líka. You want to race your new car all through the day and all night. You want to follow that star under checkered flag moonlight. Drive till you drop or out of gas. Drive, drive till you're out of gas. Strong through the night till you drop or out of gas. Drive till you drop or out of gas. Don't forget where you are. You're still in the fight. Just don't you take it too far. Then you will be alright. Drive till you drop or out of gas. Drive, drive till you're out of gas. Drive through the night till you drop or out of gas. Drive, drive till you're out of gas. Drive, we're out of sight. Don't ever stop till you're out of gas. You have spent so much time. You've given a piece of yourself. Sweat, blood, and dime. It's a rocket car right off the shelf. Drive till you drop or out of gas. Drive, drive till you're out of gas. Drive, we're out of sight. Don't ever stop till you're out of gas. Drive till you drop or out of gas. Drive into the night. Drive out of sight. Our brakes have failed on the track. We make our way forward from last. We start all the way from the back. We need to be unbelievably fast. Green light, gotta catch them all. Come on, Sharon, it's game on. It's go time. Race on towards the checkered flag. Breezing past back markers now. They reel from our excellent pace. We're determined to show them how. You must always believe in the space. Green light, gotta catch them all. Come on, Sharon, it's game
race on towards the checkered flag. Sayonara, sucker, yeah, that's how we roll. In my mind, I clearly see our next stop. Step on the gas, I see our sweet gold spray of champagne from the podium's top. Race on, gotta catch them all. Race on, towards the checkered flag. Come on, Sharon. It's go time. Jóakim. Jæja. Allir að horfa upp í loftið, það er mjög líklegt að komi sólvirkni mjög fljótlega. Mjög fljótlega. En það er ekki allir að býta því. Við byrjum bara á þessu þegar þið eru tilbúnir. Allir tilbúnir? Það heyrir ekkert í blokkinu. Komið næ. Það heyrir skjól hérna megin. Það bara heyrir sko. Þá er eitthvað að eyrunum. Já. Ok, nú máttu byrja. Jæja. Það er eitthvað að eyrunum. Við ætlum að byrja á því að hérna veita velu fyrir G- flokk. Það er nú þannig að
Jóakim hefur skráð sig í allar keppnir sumarsins. Það er enginn þorað á mótunum í allt sumar. Og við ætlum bara að veita honum velun fyrir að koma og mæta og vera með okkur. Gjörðu svo vel. Já. Og hann gerði allu að Íslandsmet. Við vitum ekki alveg hvort hann sló það. Það kemur í ljós síðar. Hérna núna í lok dagsins. 10:37. Við hefum eftir að fara í söguleg gögn. Nú í G+ var í 3. sæti Sæþór Gunnarsson. Og í öðru sæti Jóakim Birgir Andersen. Nei, býtu hvað er ég að rugla hérna? Jú. Jó, ég rugglaði hérna smá og í fyrsta sæti Ingibjörn Sigurðsson. Ég rugglaði hérna blaðinu. Ég tókst alveg að ruggla, sko. Ég vil verið fallið þessu. Og í O-flokki verður í 3. sæti Guðvarður Jónsson. Í öðru sæti Davíð Einarsson. Já. Við erum vann að vera hérna. Og í fyrsta sæti Björn Sigurbjörnsson. Davíð, hvað gerðist? Hvað gerðist? Nei. Fengiðu bara. Sko, þú byrjaðir, sko. Svo kemur erfiði flokkurinn hérna, sko. Það er KG-flokkur. Í 3. sæti Fawaz Al-Shabli. Er það rétt? Já. Það náðist. Gott. Í öðru sæti Björgvin Steinþórsson. Og í fyrsta sæti Natapong Kampan. Næstu því. Já, sorry, ég er ekki með þetta. Ég veit ekki hvort þetta er rétt um þessu. Þetta var nálægt. Það er mjög gott hjá. Og þá er það KF-flokkur. Í öðru sæti þar var Gunnlaugur Emilsson. Ekki langa fjarveru. Og í fyrsta sæti Arnkell Ragnarsson. Tvöfaldur móparsigur. Móparvann. Og í KE-flokki var í 3. sæti Hjörleifur Hilmarsson. Og í öðru sæti Benedikt Bergmann Svavarsson. Og í fyrsta sæti Breki Blær Rögnvaldsson. Það sem einkenndi daginn í dag voru mjög mörg þjófstört í dag, greinilega allir á jaðrinum og margar ferðir alveg á útslætti flokkana. Það voru flottar ferðir, við skoðum svo tímana á þeir sem hafa áhuga á því í kvöld yfir hérna kókomjólkinni eða hvað það er. Það voru mjög flottar ferðir í allan dag. Gleymdi ég að taka mynd kannski. Talaði svo mikið. Komið aftur upp. Já. Annars verður skarð í myndasafninu kvöld. Er það svo sætir?
Þetta er bara af því að ég er orðinn svo kalkaður hérna. Gleymdi ykkur. Glæsilegt. Takk. Og í KD-flokki var í þriðja sæti Hafsteinn Valgarðsson. Í öðru sæti Eyþór Ingólfsson Melsteð. Og í fyrsta sæti Ingimar Baldursson. Vantar ekki hausinn alltaf á hér? Jú, örugglega. Ég tekur nú margar, það er alltaf hægt að velja eina. Nú í KC-flokki í þriðja sæti Hilmar Bess, Þór Bess Magnússon. Í öðru sæti Haukur Baldursson. Í öðru sæti Haukur Baldursson. Stóð. Ég held að það var að koma þessu nummer 3. Það eru þrírit í dag sem að halda er í fyrsta sæti. Fatt ekki að þeir eru í öðru. Og í fyrsta sæti Hilmar Jakobsen. Ég lofaði Hilmari fyrir gætti. Hann náði personal best í dag. 9-8. 989. 989 ekki. Glæsileg verð. Hópmynd. Hópmynd. Það er ekki með það. Takk fyrir þig. Það er ekki hérna. Það er ekki. Það er fyrst sæti. Síðasta keppni, kvartmýlukeppni sumarsins verður 5. september. Og ég vil minna menn á skráningafresturinn, muna skráningafrestinn. Bróðarstakkavinni, segir hann. Ekki skemmtilegra en þetta, sko. Ná, glæsilegt. Bara, takk kærlega fyrir daginn. Baldur svo upp í stjórnstöð. Takk fyrir daginn. Já, hann var á hann. Gekkja það. Það er vel gert hjá okkur. Takk fyrir daginn. Það var hryllilega vel hérna. Það er bara að sjænga úr pittinum hérna. Þetta var flott hjá okkur. Það eru flottar. Það voru geggjaðar. Takk fyrir mig. Takk fyrir daginn. Takk fyrir mig. Var í einhverju fokki í nokkru ferðum við það. Abi var hlutir, Abi ríkir